Við erum hérna eftir leik Hrunamanna og Hauka. Emil, þetta var nú svona kannski göngutúr í garðinum svona eftir fyrsta leiklutan kannski. Jú, við komum sterkir í fyrsta leikluta sko og ætluðum alveg að sýna að það er ekkert að láta allt yfir sig sko og við eitthvað svona seikandi sko, þetta var kannski eitthvað líka vanmat í okkur smá hvernig við komum inn, vorum eitthvað á hælunum og svona en svo svona bara fórum við og stigum svolítið fast á móti þeim og svona svolítið áherslu á að stoppa kannski aðalskorarna þannig að það var svona og gekk vel upp. Hvað varstu ánægðastu með svona sóknarlega hjá ykkur? Bara svona hvernig við létum boltan ganga og hvernig við vorum að spila, sérstaklega í fyrri hálfleik eða svona öðru leik það var mjög góður hjá okkur og maður láta boltan ganga vel og vorum að finna opna menn á réttum stöðum og við vorum svolítið fljótir í rauninni að splundra upp svæðinu þeirra þannig að með því að láta boltan ganga og finna menn sko. Hvernig líst þér á framhaldið hjá Haukum? Bara mjög vel. Við erum efstir í deildinni eins og og við náttúrulega bara stefnum á að vinna deildina og fara upp þannig að ég er bara spenntur sko. Myndirðu segja að það veri von á einhverju kynslóðaskiptum í Haukum? Já, ég hefði nú viljað sjá aðeins meira frá þessum ungu sko, koma aðeins svona grimmari og sýna að þeir eiga skilið sko að spila en já, ég er ennþá annað, þú ert sér 30 og ég er ekkert að fara alls strax. Nei. Hörku framlag á þér, sérstaklega þarna varnarmegin? Já, svona sem að kannski leggur áherslu á. Ég þarf ekkert mikið að skora sko, ég get alveg til að skora og sjá þann hluta sko, maður svona reyna að gera bara allt annað. Út að spilaði mörgum hlutverkum, ég sá að spila frammi í vörn og niður í center og... Já, ég er búinn að vera að gera þetta alla vetur sko, bara eiginlega það sem að þarf mig, þar er ég mættur sko. Flott, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Gangi vel. Takk.